Magnús, til hamingju, þetta var, já, samfærandi sigur hjá okkur, vægast sagt. Já, þakkaði fyrir. Já, ég var bara hrikalega ánægður með þetta. Ég er svakalega ánægður með strákana. Ég er ánægður með nálgunina á leikinn og nálgunina á verkefni bara hérna áður en þetta einvígi hófst og hérna það er bara ekkert búið að leyna sér á æfingum og allt í kringum þetta. Hérna, þeir eru vel fókuseraðir strákarnir. Hvað fannst þér svona standa upp úr í þessum tveimur leikjum? Varnarleikurinn hjá okkur og hérna kannski hversu skynsamir við erum á boltan, sóknarlega. Við erum ekki að tapa honum illa frá okkur, við erum að komast í vörn og ná að stilla upp í vörn. Við erum að fá fína markvörslu með þessu og hérna, já, ég myndi segja að það væri kannski svona aðalega þetta tvennt, varnarleikurinn og hérna svona hversu vel menn passa upp á boltan. Þið byrjuðu reyndar illa fyrstu 5 mínúturnar, lendi þarna 6-2 undir en svona leiðu þið náðu ykkur á fluga þá var eiginlega ekkert aftur snúið. Já, leiðu menn náðu svona aðeins, aðeins að hækka spennustigið hjá sér. Af því að við erum ekkert góðir þegar við ætlum að vera eitthvað slakir eða þú veist, eitthvað svona sigla þessu rólega heim. Þetta verður að vera bara hérna hátt spennustig, há ákefð og þá einhvern veginn verða menn svona meira alert sko. Það er búið að kveikja á taugakerfinu alveg allstaðar og hérna, þú veist, það er bara, já, þannig fungurum við bara best og þetta hérna small svo í gírinn hérna eftir, 12-15 mínútur eitthvað svoleiðis. Þið þrífist alltaf vel í úrslitakeppninni og svona þegar stemningin er mikil? Já, ég meina hvernig er ekkert að elska þetta, skilur. Ef þú elskar handbolta og búin að vera í þessu alla ævi, þá er þetta momentin sem að þú þrífst á. Við erum búin að bíða eftir þessu að æfa fyrir þetta í 8-9 mánuði, sko. Og þetta bara gefur okkur mikið og þetta gefur bæjarfélaginn okkar mikið og hérna fólkin okkar. Þú sér hérna full stúka af Vestmannaeyingum, fullur Herjólfur í morgun. Þetta fólk er að leggja á sig ferðalag og hérna koma að styðja baki á okkur og hérna, veist, drengirnir eru náttúrulega alveg gríðarlega þakklátir fyrir og veist, þau eru að búa til þetta sjó fyrir okkur sko. Svo erum við bara hérna leikararnir sko. Sem að þurftu nú reynda að stoppa leikinn eftir 7 sekúndur því að sjóið gekk nú af langt með sannleikspappírsrúllunum. Já, já, það er nú kannski, þú veist, eftir á þá er nú þetta kannski að glott út í annað og hlæja þessu og þú veist, ég held hérna, er þetta ekki bara sjónvarp? Þú veist, þetta er ekkert, það er engin særður eða meiddur eftir þetta er hérna þetta smá truflun á leiknum en þetta verður eitthvað til að tala og þetta býr til sjónvarp og hérna við erum kannski aldeilis ekki búin að fá mikið af því í vetur, það er að segja handboltanum í sjónvarpinu. Það er náttúrulega eins og við máttum búast svolítið svona hasar í þessum leik hér fór rauð spjöld á loft og annað liðið var náttúrulega Haukarnir voru með 4 leikmennin á tímabili meðtöldu markmanni þannig að það gekk ýmislegt á og þeir svona náðu að sigla svolítið milli skess og bári í þeirri baráttu. Já, þar verð ég nú eiginlega bara enn og aftur að hrósa liðinu mínu sko, hrósa strákunum. Þeir eru hérna, þú veist, við settust alveg niður hérna milli jól og nýjárs eftir áramótin og fórum yfir svona hluti, þessa hluti, þú veist, hvar fókusun á að vera og hérna og þeir gera þetta bara vel. Við erum bara náttúrulega með hrikalega reynslumikla og klóka menn eins og Ísak og Sitta og svona þá hérna það er að skýla sér bara finnst mér og það er að smita sér yfir aðra og hérna handbolti er ekki þannig að ef annað lið er að fá fullt af 2 mínútum og það á hitt liðið líka að fá fullt af 2 mínútum. Skilur við hefum líka alveg að fá að njóta þess að vera klókir og klefir og hérna voru það í dag og hérna Haukarnir náttúrulega berast fyrir lífi sínu, það er bara allt eða ekki, þannig að þeir náttúrulega lögðu allt í sölurnar og hérna við erum svo sem verið þarna áður líka og þá fer maður oft þessa leið sko, en að því sögðu þá fannst mér dómararnir í þessu leik hreint út sagt frábærir og þetta par og fleiri, þessir eru búin að vera, Bjarki og Gunnar eru búin að vera frábærir í vetur og því ber náttúrulega bara að hrósa eins og öðrum. En hérna, þú veist, ég vil bara sjá þess að peyja bara út í Evrópu að dæma. Þú veist, erum við ekki alltaf að koma leikmönnum út? Getum við ekki sopað þessum dómurum líka eins og geður reynslu en það verður að hrósa því sem vel er gert. Síðan er það bara F-fangarnir sem býða ykkar? Já, bara það verður geggjað einvígi og bara
Já, bara mikið tilhlökkun að mæta þeim, þú veist, frábært lið, vel þjálfaðir, geggjaðir heimavöllur og þessi lið hafa náttúrulega svo sem ást við áður og og þetta verður bara eitthvað sýning sko. Þú veist, við gerum vel út í Eyjum og erum með uppbyttu fyrir leiki og annað og þeir gera það líka í Kaplakrika og þetta er bara tvö frábær lið, tvö frábær félög.